Fjármálaeftirlitið rannsakar nú tugi mála þar sem talið er að innherjasvik hafi verið framin í aðdraganda bankahrunsins. Búast má við að einhver þeirra endi með ákæru, segir forstjóri FME. Tugir einstaklinga eru nú til rannsóknar hjá Fjármálaeftirlitinu vegna grunsemda að þeir hafi nýtt sér upplýsingar stöðu bankanna í aðdraganda efnahagshrunsins. Forstjóri Fjármálaeftirlitsins segir erfitt að sanna sök í málum af þessu tagi en býst við að einhver þeirra endi með ákæru. Fyrsta ákæran í máli af þessu tagi var gefin út í gær gegn Baldri Guðlaugssyni, fyrrverandi ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu, sem seldi hlutabréf í Landsbankanum í september 2008, nokkrum vikum áður en bankinn hrundi. En það voru fjölmargir aðrir innan stjórnkerfisins og utan sem höfðu upplýsingar stöðu bankana síðustu mánuði fyrir hrunið og í hvað gæti stefnt. Við höfum rannsakað þessi máli í tengslum við fallbankana og líka við innlausnir í peningamarkaðssjóðum og það er mörg mál sem við höfum til skoðunar. Sum hafa verið felld niður, önnur eru enn í rannsókn, segir Gunnar. Hann bendir á að erfitt sé að sanna mál af þessu tagi, en reiknar þó með að einhver málanna verði send til embættis sérstaks saksóknara þar sem ákvörðun verður tekin ákæru. Gunnar vill ekki tiltaka einstök mál eða hvaða starfsstéttir er að ræða. Hann staðfestir hins vegar að þessi mál sé af sama meiði og það sem Baldur Guðlaugsson er ákærður fyrir. En það eru mál sem snúast viðskipti með bréf í bönkunum og viðskipti með bréf í peningamarkaðssjóðum. Það er hárrétt hjá þér. Það er mörg slík mál. Tugir. Þegar upp eru staðið allag sama þá er væntanlega ykkur tugir, já. Embætti sérstaks saksóknara rannsakar nú umtalsverðan fjölda mála þar sem talið er að innherjasvik hafi átt sér stað í aðdraganda bankahrunsins. Tugir slíkra mála eru einnig til rannsóknar hjá Fjármálaeftirlitinu eins og framkom í fréttum Ríkisútvarpsins í gær. Og samkvæmt heimildum fréttastofu eru slitastjórnir bankana einnig að skoða mála af þessu tagi. Dómskerfið hér á landi hefur aðeins einu sinni fengist við innherjasvik en þá var hinn ákærði sýknaður. Í kjölfarið var lögum breytt svo auðveldara væri að sakfella fyrir slík brot. Fyrr í vikunni var birt ákæra fyrir innherjasvik á hendur Baldri Guðlaugssyni, fyrrverandi ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu.